Kæru landar, það er með mikill heiður að vera hér með ykkur á Selfossi í dag. Rætur mínar á Ísafirði og ég lærði snemma að lítið gerðist nema fólk taki sjálft til hendinni. Það lærði ég líka að smæð getur verið styrkur. Líf mitt hefur verið alþjóðlegt. Ég fæddist í Þýskalandi, hef búið í Evrópu, Bandaríkjunum og Nýja-Sjálandi og starfa daglega með fólki allan heim í starfi mínu hjá Kerecis Coloplast í Evrópu. Ég ber mikla virðingu fyrir Evrópu. Þar eru öflug samfélög, framúrskarandi háskólar og rík menning. En virðing fyrir Evrópu þýðir ekki að ég telja framtíð Íslands eigi að liggja innan Evrópusambandsins. Og ég er ekki komin hingað í dag til að tala gegn Evrópu, ég er hér komin til að tala fyrir Íslandi. Þegar við rifjum upp sjálfstæðisbaráttu Íslands, sjáum við hún snerist miklu meira en fána og stjórnarskrá. Hún snerist að Íslendingar fengu að ráða sér sjálfir, bæði stjórnmálalega og efnahagslega. Hún snerist frelsi til athafna, frelsi til verslunar og frelsi til að móta eigin framtíð. Miðja 18. öld voru reglur afnumdar að Íslendingar mættu einungis versla við Dani. Svokölluð fríhöndlun sem fylgdu eftir einokunarversluninni var afnumin. Í fyrsta skipti í rúmlega 2 aldir gátu Íslendingar byggt upp eigin inn- og útflutning og tekið þátt í alþjóðaviðskiptum á eigin forsendum. Frumkvöðlar allt land gripu tækifærið. Umfangsvörstur þeirra var Ásgeir Ásgeirsson á Ísafirði. Ásgeirsverslun var tíma stærsta fyrirtæki landsins og sýndi hverju Íslendingar gátu áorkað þegar þeir fengu frelsi til þess sjálfir, frelsi til að keppa og skapa. Jón Sigurðsson og Ásgeir Ásgeirsson á Ísafirði voru samherjar og átti miklum samskiptum. Annar leiddi baráttan fyrir pólitísku og efnahagslegu sjálfstæði þjóðarinnar. Hinn sýndi í verki hvað efnahagslegs frelsi gat skapað. Þeir skildu báðir að fullveldi án efnahagslegs sjálfstæðis væri ekki fullkomið frelsi. En það voru fleiri íslenskir frumkvöðlar sem gripu tækifærið þegar inn- og útflutningur var gefinn frjáls. Frumkvöðlar allt land. Ólafur Árnason, hér í nágrunnin á Stokkseyri, rak til dæmis í kringum 1900 umfangsmesta inn- og útflutningsfyrirtæki Suðurlands og hafði mikil áhrif á efnahagslegan vöxt á Íslandi. Ég held að þessi boðskapur eigi ekki síður við í dag en á tímum þessara manna. Sjálfstæði snýst ekki aðeins hver setur lögin, það snýst líka að hafa frelsi til að skapa, eiga viðskipti við umheiminn og móta eigin framtíð. Mitt mikilvægasta starf hefur verið að byggja upp Kerecis frá grunni. Við tókum hráefni sem flestir litu á sem úrgang, roð af sjálfbært veiddum íslenskum þorski og breyttum í hátækni vöru. Úr var lækningatæki sem hjálpar læknum að meðhöndla brunasár, langvinnsár, áverka og önnur flókin sár þar sem hefðbundnar meðferðir duga oft skammt. Með þau umbreytta vannýttu hráefni í vöru með miklum virðisauka tókst að sameina nýsköpun, sjálfbærni og lífvísindi á einstakan máta. Í dag hefur þessi íslenska tækni hjálpað 100.000 sjúklinga allan heim, stytt bataferli, bætt lífsgæði og í mörgum tilfellum stuðlað að því að bjarga útlímum og jafnvel mannslífum. Við byggðum þetta fyrirtæki í Íslandi, á Ísafirði. Hefði auðvitað getað verið í hvaða bæ sem á Íslandi. Með íslensku hugviti, við höfðum aldrei þá hugsun að markaðurinn væri Evrópa. Við höfðum aldrei þá hugsun að markaðurinn væri annar en heimurinn. Markaðurinn var heimurinn allur. Fyrstu viðskiptavinirnir gátu verið í Reykjavík, Berlín eða Boston. Það skipti okkur ekki máli. Það sem skiptir okkur máli var að búa til bestu vöruna í heimi. Ég hef undanfarið spurt mig, hefði Kerecis orðið stærra eða betra fyrirtæki ef Ísland hefði verið í Evrópusambandinu? Mín einlæga niðurstaða er nei. Við urðum ekki alþjóðlegt fyrirtæki vegna þess að Ísland væri stórt. Við urðum alþjóðlegt fyrirtæki vegna þess að Ísland er lítið. Ég sé líka hvernig heimurinn er að breytast. Það er ekki bara mín tilfinning, það eru staðreyndir. Evrópusambandið hefur sjálf bent á að samkeppnishæfni álfunnar sé að veikjast og nýsköpunarbil sé að skapast gagnvart Bandaríkjunum og Kína. Tölurnar tala sínu máli. Evrópusambandið verða aðeins 2,2% af vergri landsframleiðslu í rannsóknir og þróun, Bandaríkin verja 3,6%, Japan 3,4%, Kína 2,6% og Suður-Kórea rúm 5% af landsframleiðslu í rannsókn og þróun. Hlutur Evrópu í alþjóðlegum einkaleyfaumsóknum hefur jafnframt lækkað úr 30% í aðeins 17% frá aldamótum.
Evrópa býr enn yfir framúrskarandi vísindafólki á öflugum háskólum. Vandinn er ekki skortur á hugmyndum, vandinn er að hugmyndirnar verða of sjaldan að alþjóðlegum fyrirtækjum. Evrópa stendur frammi fyrir raunverulegum áskorunum. Hagvöxtur hefur verið hægari og regluverkið verður sífellt meira íþykjandi. Ég þekki þetta af eigin raun. Í lækningatæki hefur nýtt evrópskt regluverk tekið gildi sem er bæði dýrara og torveldara að koma nýjungum á markað. Afleiðingin er svo að evrópsk frumkvöðlafyrirtæki velja í dag að hefja vegferð sín í Bandaríkjunum eða Asíu frekar en á sínum heimamarkaði. Rótgróin fyrirtæki velja einnig að setja á markað nýjar vörur sínar fyrst í Bandaríkjum eða Asíu vegna hins íþyngjandi regluverks Evrópu. Ég verð vitni að þessu á hverjum degi. Þess að þau fá ekki að trúa fyrir 20 árum. Þetta snýst ekki að tala Evrópu niður, þetta snýst að horfast í augu við staðreyndir. Evrópusambandið er samtök ríkja sem hafa afsalað sér efnahagslegu sjálfstæði. Allar reglur og stefnur tæknilegar kröfur, inn- og útflutning eru settar af sambandinu. Markaðurinn fyrir Kerecis, okkar fjölmörgu íslensku fyrirtæki, er ekki staðbundin við Evrópu. Heimurinn er markaðurinn okkar. Við eigum ekki að líta á Evrópu sem eina gluggann út í heim. Ísland hefur gert fríverslunarsamninga við Kína, Evrópusambandið hefur enn ekki gert fríverslunarsamning við Kína. Við erum með fríverslunarsamning við Evrópu. Við vorum með undan Evrópusambandinu með fríverslunarsamning við Indland, eitt af þeim hagkerfum í heiminum sem vex hraðast. Bandaríkin eru okkar mikilvægasti útflutningsmarkaður og ég tel að við eigum að gera fríverslunarsamning við Bandaríkin. Það er mun auðveldara fyrir okkar litla Ísland að ná fríverslunarsamning við Bandaríkin heldur fyrir þið flókna Evrópusamband. Jón Sigurðsson og Ásgeir Ásgeirsson á Ísafirði börðust fyrir efnahagslegu frelsi. Það hefur reynst okkur gríðarlega vel, hvers vegna í ósköpunum ættum við að afsala okkur því til Brussel. Sem sjálfstæð þjóð búum við yfir sveigjanleika til að byggja upp viðskipti þar sem tækifærin eru hverju sinni. Það er mikill styrkur sem við megum ekki afsala okkur. Ég er farin nokkuð víða með þau verkefni sem ég tengist. Ég hef hitt fjárfesta, ráðherra, vísindamenn, lækna og stjórnendur stærstu fyrirtæki heims. Aldrei nokkuð tíman hef ég fundið fyrir því að það vera ókostur á Íslendingur. Þvert á móti. Fólk man eftir Íslandi. Fólk man eftir Íslendingum. Fólk ber virðingu fyrir Íslendingum og Íslandi. Fólk vil hjálpa litlu landi sem hefur kjark til að standa á eigin fótum. Það er eitthvað sem við megum ekki vanmeta. Smæð Íslands er ekki veikleiki, hún er samkeppnisforskot. Afsölum okkur ekki þessu samkeppnisforskoti til Evrópusambandsins. Ég tel að ákvarðanir okkar Íslendinga eigi áfram að vera teknar á Íslandi. Ekki vegna þess að við óttumst heiminn, heldur vegna þess að við höfum sýnt að við getum staðið okkur. Jón Sigurðsson og Ásgeir Ásgeirsson börðust fyrir pólitísku og efnahagslegu sjálfstæði þjóðarinnar og þeir sýndu og við höfum sýnt hvað efnahagslegt frelsi getur skapað. Við höfum byggt upp öflugt samfélag, við höfum skapað fyrirtæki sem keppa við þau bestu í heiminum, við höfum sýnt að smæðin er styrkur þegar hugrekki, frumkvæði og ábyrgð fara saman. Kæru landar, ég búið í Evrópu, ég búið í Bandaríkjunum, ég búið á Nýja-Sjálandi, ég hef byggt upp alþjóðlegt fyrirtæki sem starfar allan heim, ég starfa í Evrópu og rekstrareiningu með 60 milljarða tekjur og sölu í 50 löndum. Og ég trúi því að Íslendingar geti ýtt úr vör fyrirtækjum sem ná sama ef ekki betri árangri en okkur hefur tekist í Kerecis. Ef ég teldi að aðild að Evrópusambandinu væri nauðsynleg fyrir framtíð Íslands, þá myndi ég einfaldlega að segja það. En mín reynsla hefur leitt mig að annarri niðurstöðu. Ég hef séð hverju lítil samfélag getur áorkað. Ég sé hvað fólk á Vestfjörðum og bæjarfélögum hringinn í kringum landið getur byggt upp. Ég hef séð íslenskt hugvit bjarga mannslífum allan heim. Og það gerist ekki vegna þess að einhver annar trúði á Ísland, það gerist vegna þess að við trúðum á okkur sjálf. Og ég vona að við gerum það áfram, ekki vegna þess að við óttumst heiminn, heldur vegna þess við höfum sjálfstraust til að takast á við hann sem sjálfstæð þjóð. Smæð Íslands er ekki veikleiki, hún er okkar mesti styrkur. Takk fyrir.